Góða kvöldið og komið sæl. Tónleikarnir fara rétt bráðum að hefjast, en áður en þeir gera það ætlum ég bara að minna alla á að slökkva á símanum, benda ykkur á að neyðarútgangar eru þar sem að logandi grænuljósin eru, að þeim alltaf langt til að vera flugmaður, þannig að við verðum svona 90 mínútur á leiðinni, lendum í Reykjavík. En annars ætlum við bara að slaka á í sætunum okkar, njóta tónleikarna og endilega bjóða hjartanlega velkomin Gospelkór Reykjavíkur, hljómsveit og gesti. Gjörið svo vel. Gospelkór. Já. Guðæming gæti fögur gengur við hlið mér vörn og skjól líkur á örugg verum trúið verum glöð á jólum mitt hjarta þú Skæska og gæfa
hjartanlega velkomin á þessa árlegu jólatónleika Fíladelfíu. Markmið með þessum tónleikum tvíþætt, annars vegar það að koma okkur í jólaandan, undirbúa hjörtu okkar fyrir jólahátíðina, en líka gerum við með þessum hætti til þess að geta stutt þá, gefið til þeirra sem ekki hafa nóg, svo að sem allra fæstir taki á móti jólunum og eigi ekki allt sem þið þurfa til. Og við viljum þakka ykkur öllu sem hér eruð í kvöld fyrir það að gera okkur þetta kleift og fyrir þá sem eru að horfa þá þökkum við fyrir bara áhorfið og hvetjum ykkur endilega til að vera með okkur í þessu verkefni. Allur ágóða tónleikunum fer beint í að gefa þeim sem þurfa aðstoð fyrir jólin. En eins og ég sagði hérna í byrjun fyrir tónleikana, við skulum endilega bara muna að við erum hér til að njóta. Við skulum bara koma okkur vel fyrir sætunum, slökkva á símum. Ef við tökum myndir, ekki nota flass eða neitt þess áttar. Og við heyrðum hér í upphafi 2 lög sungin saman, Einn ég aldrei verð og Friður, friður frelsarans sem gospelkór Fíladelfíu flutti. Næst munuðu flytja fyrir okkur hið sígilda jólalag Guðs kristni í heimi sem eins og fyrra lagið var útsett af Óskari Einarssyni. Gjörið svo vel.
Það svo gott þegar við komum inn í þessa jólahátíð. Það svo margar hefðir sem hafa myndast og oft sem að maður að hitta fólk sem að maður hittir allt og sjaldan yfir árið. Og þegar þessi jólatónleikar eru haldnir þá það oft þannig að það fólk sem við ekki hitt lengi sem kemur saman. Og eiginlega langflestir sem koma fram hér í kvöldi, fólk sem annarkvort rætur að rekja hér til kirkjunar eða fólk sem í kirkjustarfinu venjulega á sunnudögum. Nú fáum við 2 einsöngvara hingað á svið, annan Edgar Smára sem einmitt á rætur hér í kirkjunni og við ólumst upp hérna saman og steig hér sín fyrstu skref í söng og einnig kemur hann Olfhén Jakobsen sem ólst upp í Færeyjum en við eigum hann samt. Nei, hann reyndi að flytja í burtu og við fengum að flytja hann inn hérna í tilefni þessa tónleika. Þannig að gjöru svo vel, þeir ætla að koma og flytja okkur lagið I Pray on Christmas ásamt kórnum. I'll pray on Christmas that the sick will soon be strong. I'll pray on Christmas that the Lord will hear my song. I pray on Christmas that God will lead the way, and I'll pray on Christmas He'll get me through another day. I pray on Christmas. I pray on Christmas.
Takk fyrir þetta. Og við ætlum að halda áfram á þessum nótum og keyra upp smá kirkjustemningu hérna inni. Taka lag sem oft sungið hér á sunnudögum og heitir Segjum Jesús. Og það hann Rafn Hlíðqvist sem maðurinn á bak við tónlistina sem er hér í kvöld sem ætlar að leiða það lag ásamt kórnum. Gjörið svo vel. Yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist. Segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús. Saltað böl sem bindur brotið Ég vísi yfir von og nýju frelsi. Segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Brýtur blekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Ég vil fá að nefna nafnið Jesús, yfir það sem óttinn lamar að. Hvert hann sem að byrða ber og þunga, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur blekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur blekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Frá fjallsnum hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsnum hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús.
nefna nafnið Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Frjálsum hrópum Jesús, Jesús grætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Mikið var þetta gott. Einhvern tímann lærði ég sem barn að ef maður einhvern tímann vill biðja en kann það ekki, þá er bara nóg að segja Jesús. Og það er betri bæn en engin. Við ætlum að færa ykkur aðeins meira inn í svona cozy gír eins og jólin eru og hann Olhéðinn ætlar að koma hérna upp og syngja fyrir okkur lagið The Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with our eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. You know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies in his sleigh, and every mother child is gonna spy to see if reindeer really knows how to fly. And so I'm offering this simple
simple phrase took its from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really knows how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to Takk fyrir. Þetta var ljúft og við ætlum að halda okkur við ljúfu tónana og við ætlum líka að halda okkur við söngvara sem koma frá eyjum suður af Íslandi þar sem alltaf heiðskýrt og logn. En hún Elísabet Guðnadóttir frá Vestmannum og hún ætlar að koma og flytja okkur frumsamið lag sem tengir samt klassískum jólateksta og það í útsetningu Rafns Hlíðqvist, Óhve dýrlegt að sjá. Gjörið svo vel. Alls til himins festing blá, þar sem ljósin gullnu glitra, glöður leika, bros og titra. Og spennda upp til sín, og spennda upp til sín. Nóttin helga hálfnuð var, huldu snærfellt stjörnurnar, þá frá himinn boga bragði, birt af stjörnum jörðu lagði. Ljóman hennar sem af sól, ljóman hennar sem af sól. Þegar stjarna á himni há, auður lýsum miðjan nátt, sögðu fornar sagnir víða, sá mun fæðast meðal líða. Konunga sem æðstur já hann konungur Stjarnan skær þeim lýsti leið, leiðin þannig var þeim greið, uns þeir sveininn fundu
Og næst ætlum við að heyra lagið Hinn góðu gildi í flutningi Rafn Hlíðqvist og Gospelkór Fíladelfíu. Stefán Hilmarsson gerði íslenska textan við lag Billy Joel og það var hann Rafn Hlíðqvist sem útsetti. Gjörið þið svo vel. Draumum okkar eru spor sem virðast nokkuð greinileg. Þau liggjum forna gæfuleið, hinn sanna gullna meðalveg. Það sagði Kristur sinni að forðast ramb og breyta þeim, og amma kenndi ungum mér að sýna ætíð bróður þeim. Hinn góðu gildi eru þau sem breyta stein með tímanum, og það á við í desember að velta fjögn fyrir sér. En stundum gleymast ráðin holl og hverfa út úr myndinni. Þá skynsemi og varnaróð víkja fyrir gildinni. Hinn góðu gildi eru þau sem breyta stein með tímanum, og það á við í desember að velta fjögn fyrir sér. Það getur húmað að svo fljótt, á einni nóttu þekur mjöll hvern reit og hverja gönguleið, hvern runna sér hver dal og fjöll. Það getur húmað að svo fljótt, á einni nóttu þekur mjöll, en brátt á himni hækkar sól, og bráðum koma blessun. Og næst fáum við á svið tvær ungar söngkonur sem stíga oft hér á stokk á sunnudögum. Það eru þær Kristjana Guðbjartsdóttir og Íris Dudziak og þær flytja fyrir okkur lagið Have Yourself a Merry Little Christmas. Gjörið þið svo vel. Yourself a merry little Christmas.
Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas Og næst ætlar hún Þóra Greta Þórisdóttir að koma og syngja fyrir okkur því klassiska jólalag Hvert er það barn? Í aðeins nútímalegri búningi. Gjörið þið svo vel.
Spurning að fá smá jazz, eins og ykkur sagði. Hvert það bar blítt og ró á barmi móður sefur, en ofar jörðu englakór uppi söngva hefur. Kónginn Kristarfinn kom af himni í mannheiminn. Syngum þá dýrðartíð þinn syni helgrar móður. Svo megi hver einn maður nú af mildi löggjör syngja, þeim lausnara sem líf sitt bar og láta bjöllur klingja. Hátt, hátt við hefjum lag við Herrans vöggu á jóladag. Syngum þá dýrðartíð þeim syni helgrar og láta bjöllur klingja. Syngum dýrðartíð þinn syni helgrar móður. Syngum þá dýrðartíð þinn syni helgrar móður. Kærar þakkir fyrir þetta. Ég fór alltaf að hugsa, er ekki mjög gamall en mér finnst jazz fyrir nútímalegur? Ég veit það ekki. Ég er bara alltaf nútímalegra en 1865 þegar lagið var samið. Þessi jólatónleikar eru svolítið eins og jólaboðin jólin, að þar hittir maður oft sama fólkið og þegar við horfum tilbaka þá er söngkona sem stígur næst á svið ein af þeim sem oft hefur verið með okkur á jólatónleikum Philadelphíu og við bjóðum hjartanlega velkomna hana Írisi Guðmundsdóttur sem ætlar að koma og flytja ykkur lagið Litli trommuleikarinn. Gjörið svo vel. Þeir sögðu, ba-da-ba-bam,
Kalla allir hér Parapapamba með heiðursgjöf frá sér Parapapamba Rapapamba Rapapamba Oss það öllum ber Parapapamba einnig þeir Litli kóngur Parapapapam Ég gjafir engar á Parapapapam En ljúft mér á Parapapapam Ég mína trommu slá Parapapapam Rapapapam Þér til heiðurs þá Parapapapam hlusta á
Ég þekki nokkur börn sem þrá mjög einlæglega að næsta lag eða titill næsta lags verði lýsandi fyrir komandi jól. En hann Edgar Smári ætlar að koma hér upp og flytja okkur texta eftir íslensku vinnin Braga Valdimar Skúlason og lagið heitir Það snjóar. Gjörið þið svo vel. Þó heldur sé hann kaldur og þó bæti bilin í og bíti frostið kinnar mér sem galdur. Nú held ég heim á leið, þó heldur sé hann napur og þó gatan enn sé greið, þá geng ég hann á ofur lítið dapur. Því það snjóar í hjarta mér, það snjóar bara og snjóar. Samt held ég heilög jól, þó harðir blási vindar, þá rísa úr austri sól sem allar sorgir blindar. Núna held ég heim til þín, uns hrímhvít fönnin felur sporin mín. Ég geng hjarnið ofur lítið dapur, því það snjóar í hjarta mér, það snjóar bara og snjóar. Samt held ég heilög jól, þó harðir blási vindar, þá rísa úr austri sól sem allar sorgir blindar. Núna held ég heim til þín, uns hrímhvít fönnin felur sporin mín. Takk fyrir. Er þetta nokkuð búið að vera mjög slæmt? Er ekki bara búið að vera dásamlegt? Ég er alltaf sitja þetta bara, já, ég þarf að fara að kynna. Ég ætla að detta inn í þetta aftur með það. Mér finnst alltaf svo magna þegar þessi viðburður fer fram að verða vitni hvernig þetta eiginlega gerist. Fyrst og fremst borið áfram af sjálfboðaliðum, af fólki sem er að gefa mikinn tíma og vinnu fyrir gott málefni og svo verður alltaf úr eitthvað stórkostlegt. Og ég ætla að fá að kynna nokkra sem eru hérna upp á sviði og það eru fleiri sem koma í kreditlistanum eftir, þannig þið farið bara á Vísi og skrollið og finnið alla þar, sem eru samt ekki allir. En fyrst ætla ég að kynna hann Rafn Hlíðqvist sem er tónlistastjóri þessara tónleika og maðurinn á bakvið þetta allt saman. Og honum næstu eru David Blurton sem spilar fyrir okkur á hljómborð. Og sjáum við Pál Pálsson sem spilar á bassa. Og beint fyrir aftan hann er Brynjólfur Snorrason sem spilar á trommur. Og hér fyrir miðið er Pétur Erlendsson sem leikur á gítar. Og við hlið honum er Bent Marinason, einnig á gítar.
Og fyrir aftan hann sjáum við Jóhann Eyvindsson sem leikur á slagverk. Það færa mig svo þið sjáum hérna Emil Hreiðar Björnsson sem spilar líka á gítar. Og ég veit, ég trúið ekki, en ég glemdi áðan að kynna gospelkór Fíladelfíu. Gjörðu þið svo vel. Standa hérna. Og þau heita í stafrófsröð, nei. Svo hérna næstum mér hann Matthías Stefánsson á fiðlu. Þórunn Harðardóttir leikur á víólu. Og svo það hann Sigurður Bjarki Gunnarsson sem spilar fyrir okkur á selló. Það hann Hrannar Kristjánsson sem hefur sett upp hljóðið fyrir okkur hérna í salnum. Svo það Andri Jóhannesson sem stýrir hljóði í útsendingu. Og ljósameistari hann Breki Atlason. Það var fyrsta blað af 3. Nei. Og svo auðvitað óteljandi margir sem hafa gert svo margt sem gera þetta allt að veruleika. Næst ætla að stíga á svið þau Berglind Magnúsdóttir og Jóel Magnússon og þau ætla að flytja okkur lagið Blessunin við texta Halldórs Lárussonar og í útsetningu Rafns Hlíðqvists. Gjörið þið svo vel. Þig blessi og verndi, augliti Guðs lýsi á þig, hann veiti þér náð á sjónum, upplifti og gefi frið. Þig blessi og verndi, augliti Guðs lýsi á þig, hann veiti þér náð á sjónum,
Þetta var eftirminnilegt. Næst stígur á sviði fyrsta sinn hér á jólatónleikum í Fíladelfíu á þessu ári, hún Diljá Pétursdóttir. Hún ætlar að koma hér upp ásamt honum Edgari Smára og ásamt kórnum munu þau flytja okkur lagið Hjartað lyftir mér hærra. Gjörið þið svo vel. Ég held að Helga langi svið. Hello. Let's go. Þegar himinn opnast yfir þér, óskastjarnan birtist hér, og það loga ljós á ný, lifna hjá þér birta svo hlý. Allir draumar okkar rætast ef við bara fylgjum þeim, og meðan von og vilji mætast mun viskan og fær okkur betri heim. Höfðar lífsins eru ljós í ljúfum blæ. Lífið mitt er einfaldlega það besta sem ég fær. Óskir mín er yndisleg, aftur hér á besta veg. Og auðvitað trúi þegar himinn opnast yfir þér, óskastjarnan birtist hér, og þá loga ljós á ný, lifnar hjá þér birta svo hlý. Allir draumar okkar rætast ef við bara fylgjum þeim, þegar von og vilji mætast Mun viskan færa þér gleði heim. Höfðar lífsins eru ljós í ljúfum blæ. Lífið mitt er einfaldlega það besta sem ég fær. Óskir mín er yndisleg, allir hér á besta veg. Og auðvitað trúi ég á æðri mátt, það sem býr í hjarta mér. vegur lífsins, já, frið og sátt. Ég er bæði von og vilja styrk, þetta veit ég hér og nú. Á þér besta sem ég fær. Óskir mín er yndisleg, allir hér á besta veg.
Takk fyrir. Sérst hvað mér finnst gaman að fá að syngja með þessum kóru. Ég fæ að kynna næsta lag og ég leiði náttúrulega bara svona að grípa gæsina og segja bara ég er ástfangin af þessari tónlist, af þessum kór, af þessum lögum sem við erum búin að vera að taka. Hana, þú veist, það er svo góð stemming hérna og ég er búin að hlusta á bara öll þau brot sem hafa verið sett að þessum kór á YouTube. Þú veist, ég ætla ekki að íkja eitthvað ógeðslega mikið, 1000 sinnum kannski, hvert myndband og þá hérna sérstaklega sem sagt næsta lag sem við ætlum að taka. Ég er eitt af mínum allra uppáhalds jólalögum og ég hlusta á það langoftast í útgáfu Philadelphia. Þannig að það er lagið Ó helga nótt. Gjörðu svo vel. Nótt, þín stjarna blikar blíða, þá barni Jesús fæddist hér á jörð. Í dauða myrkrum dabrar þjóðir stríða, uns drottinn birtist sinni barna hjörð. Nú glæstar vonir gleðja hrjáðar þjóðir, því guðlegt ljós af háum himni skín. Föllum á kné, nú fagna himins englar frá barnsins jötu. Blessun streymir blítt og hljótt til þín. Ó nótt, ó helga nótt, ó heilaga nótt. Mortrúar ljós, það eigin öllum vísir, frá vöggu hans vér stöndum hrærð og glöð. Kyrrlát stjarna kvöldsins öllum lýsir, er koma vilja hér í bæn og þögn. Nú konungurinn Kristur drottinn fæddist, hann kallar
Á íslensku eigum við máltækið oft veltir lítil þúfa þungu hlassi og ég veit að það satt að því ég hef oft dottið. Einhvern tímann heyrði ég sagt, ef þér finnst lífið þitt vera ómerkilegt, þér finnst þú ekki hafa áhrif eða þér finnst þú ekki geta áorkað neinu, mundu þá að ákvörðun eins manns að fá sér leðurblökusúpu í kvöldmatinn stoppaði heiminn í 2 ár. Þú getur haft áhrif. Litlar ákvarðanir geta breytt miklu. Það var einu sinni vísindamaður sem var að rannsaka bakteríur og þetta var augljóslega karlmaður því að hann gekk ekki nógu vel frá eftir sig og hann var með einhvern opinn tilraunadisk og opinn glugga og fór heim og kom daginn eftir og þá hafði farið að vaxa mygla í tilraunadisknum. Og mygla ekki eitthvað sem við öll þráum og elskum, en þessi maður var sem betur fyrir nógu forvitin að henda ekki myglunni heldur settist niður og fór að skoða diskinn og uppgötaði pensilín. Uppgötun sem umbreytti heiminum, lítið, ómerkilegt, hversdagslegt augnablik sem breytti heiminum. Óteljandi mannslífum, óteljandi útlimum hefur verið bjargað af því að sýklalyf hafa orðið til. Kannski ekki alveg 1.000.000 sinnum á dag, en kannski, ég veit ekki, við erum orðin 8 milljarðar eða eitthvað, fæðast börn. Við öll hér inni eigum það sameiginlegt á einhverjum tímapunkti höfum við fæðst. Hvað er eðlilegra, hvað er venjulega, hvað er hversdagslegra en það? En svo vitum við að þegar það snýr að okkur sjálfum, þegar það er barnsfæðing sem er nálægt okkur sjálfum, þá er ekki hversdagslegt, þá er ekki leiðilegt, þá er ekki tölfræði, þá er það eitthvað það stórkostlegasta sem getur gerst. Og hér erum við í dag, prúðbúin að njóta magnarar tónlistar í flutningi frábæra tónlistamanna vegna þess að fátækur unglingur úr sveitinni, fjarri heimahögunum, fæddi barn. Fæddi barn í fjárhúsi þar sem voru dýr, á sama tíma og þúsundir barna voru að fæðast. Viðburður sem svo augljóslega hefði verið hægt að missa af. Hver var María? Hún var bara ein af þeim óteljandi konum sem á einhverjum tíma hafa fætt barn. En alveg svo þegar gróin fuku inn gluggann og lentu á rannsóknardisknum, eitthvað svo venjulegt að það var svo augljóst auðvelt að horfa framhjá því og finnast ekkert til það, þá markaði þessi fæðing byltingu. Algjör bylting á mannkynssögunni. Jesú var skrifað að nafn hans skyldi verða Immanuel, Guð með oss. Og sama hvert við ferðumst á jörðinni og sama hvaða tímabil við myndum heimsækja, allstaðar finnum við mannfólk teygja sig upp á við, teygja sig út á við í leit að einhverju sem er aðra. Allstaðar finnum við trú, allstaðar finnum við trúkerfi. Og jafnvel það sem menn markvisst hafna trú sem leiðinni áfram, þá yfirleitt einhver hugmyndafræði upphafin í staðinn og verður hinn nýji frelsari. Hvort sem það er kommunismin á sínum tíma eða einhverju þjóðarleiðtogar sem eru eiginlega tilbeðnir. Stundum upphefum við þekkinguna, stundum upphefum við eitthvað gildismat og með lífi okkar teygjum við okkur í átt að því sem við trúum að sé aðra, að því við þráum að reynast verðug. Við þráum einhvern veginn að lifa fyrir eitthvað stærra en við sjálf og að líf okkar skipti máli. Á jólum fögnum við því og við minnumst þess þegar Guð ekki beið eftir við teygðum sig til hans. Hann kom til okkar. Immanuel, Guð með oss. Og þegar Guð kom til okkar, þá kom hann ekki á þægilegu skýi. Hann kom ekki í fylgd einhvers voldugs hers til að verja sig. Guð fæddist eins og þú og ég. Nema hann fæddist ekki á spítala þar sem allt var sótthreinssað. Hann fæddist hjá venjulegu fólki, fátæku fólki, innan dýrin. Hann steig inn í okkar kjör. Ekki bara því hann var í viskuleik og vildi skilja okkur. Hann steig inn í okkar heim svo við getum skilið hann. Viltu vita hver Guð er? Boðskapur jólanna horfðu þá til Jesú. Hann kom til að gera það sem við aldrei getum gert fyrir okkur sjálf. Vegna þess að þeir sem það hafa reynt geta sagt og vitnað að streðið á endanum mun aldrei gera okkur verðug. Yfirleitt þegar við náum einum sigri,
þá hækka bara standardarnir og markið verður ennþá lengra í burtu. Hann kom og teygði sig til okkar. Hann kom inn í okkar kjör og hann gaf okkur það sem við teygjum okkur eftir. Hann gefur okkur nánd, hann gefur okkur virði, hann gefur okkur tilgang. Og hann gefur okkur stað hjá sér. Guð með okkur. Jólin eru ekki sagan af því þegar Guð kom í heimsókn. Hann fór nefnilega aldrei aftur heim. Hann kom til að vera, alltaf, Guð með oss. Og það breytir öllu þegar hann fær að vera það. Mikið færum við á mis við mikið ef við myndum árlega halda hátíð og minnast þess þegar Alexander Fleming uppgötaði pensilínið. Við getum sungið lög það, grókorn falla, nei. Við getum sungið lög myglu sem vex eða eitthvað álíka. Þetta verður sólóatriði á næsta ári, sko. En pælum í því ef við myndum halda hátíð og minnast þessa atburðar og svo lifa alla daga eins og það hefði aldrei gerst. Ennþá væri fólk að deyja að þetta fengi pensilín. Ennþá væri fólk með sýkingu að missa útlimi. Mikið væri það sorglegt. Við skulum ekki láta það gerast með jólin. Nú í kvöld og restina af aðventunni, þar skulum við nýta og njóta þessar hátíðar til fullnustu. Við skulum meðtaka allt sem hún hefur upp á að bjóða og munum að hátíðin snýst það að Jesús kom í þennan heim til að vera með okkur alla daga og hann jafn praktískur og jafn gagnlegur og pensilín var á sínum tíma. Jólin marka tímamót og þau eiga erindi alla daga. Og við erum að koma núna að endi þessarar stundar og meðan að einsöngvarnir að koma upp og meðan að verið að dreifa kertum salinn, þau eru kannski við endan á bekkjunum, einhverju komnir með svona, við köllum þetta rafræn Betlehemskerti, þetta var svona í fjárhúsinu, en það kviknar ekki í út frá þeim. Það langar mig að fá að biðja bara stuttrar bænar. Drottinn minn, við þökkum þér fyrir nærveru þína sem hér í kvöld. Þakka þér fyrir heiti þitt að þú kemur til okkar þegar við leitum þín. Þakka þér fyrir myndina sem við sjáum af þér í jólaguðspjöllinu, að þú kemur á staði sem mönnum jafnvel finnast ekki merkilegir, á staði þar sem menn myndi jafnvel ekki leggja leið sína. Þakka þér fyrir að þú kemur til okkar þar sem við erum. Þakka þér fyrir fyrirheitið að þú ert Guð með oss, Guð sem kemur nálægt. Þakka fyrir að megum líta til þín og núna vil ég bara biðja þig fyrir okkur öllum. Vilt þú koma friðarhöfðingi og fylla líf okkar og heimili af þínum friði? Vilt þú koma lausnari og leysa okkur úr öllum hlekkjum eða fjötrum sem við kunnum að bera? Og þakka þér fyrir orð engilsins að þú skildir heita Jesús því að þú munt frelsa líf þinn frá syndum hans. Þú kemur til að frelsa, þú kemur til að leysa, þú kemur til að gefa líf. Við felum okkur sjálf og þessa jólahátíð í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Amen. Og þegar við byrjum að syngja Heimsum ból, þá megið þið gjarnan kveikja á kertunum, maður snýr botninum réttsælis og þá kviknar ljós og endilega rísa á fætur og við syngjum öll saman. Nei
þökkum innilega fyrir samveruna hér í kvöld. Guð gefi ykkur góða og örugga ferð heim og gleðileg jól. Takk fyrir.